Við ætlum að halda áfram og skoða núna forsíðuna og hvernig við getum látið þetta líta eitthvað út í áttina að því að vera eins og þetta. Stekkum þetta að í raun þetta á að haga sér þannig að þetta hérna fyllir út í allan skjáinn, en þetta samt sem aður alltaf fast fyrir ofan og svo þegar ég skrolla að þá myndin föst. Átti eftir að henda inn á GitHub. Sjá, smektur að upplita þetta. Já, ég náttúrulega klónaði ekki rýbóið sem eru viss mistök. Hvernig leysi ég þetta hratt og örugglega? Það er góð spurning hérna. Þurfum við bara aðra mynd núna? Jú, hún fylgir. Bíddu, ég er aðeins að hugsa hérna. Sko, ég ætla bara að opna fólderinn sem ég var að vinna í þessu seinast, sem var ekki þessi, bíddu nú við, hvert setti ég það? Ok, smá detour hérna í V3 unnið tíma, klónum þetta núna, smá hérna, smá teaser fyrir GitHub útfærsluna. Nei, nú er ég alveg hérna. Klónum hana bara inn í þessari, þetta er algjör vitleysa hérna hjá mér, en þannig ég get það tekið þetta, pastaði hingað inn og ég get tekið þetta og hendi hingað inn, replaceað, svo ger ég hérna og ég ætla að opna þetta hérna og svona. Þetta var hrikalegt en þetta er komið og þá get ég pússað. Unnið í F4 svona og þá get ég farið hérna, þá sjáum við hérna það sem ég var að breyta. Þá get ég farið hér og þá sé ég nákvæmlega alla breytingarna sem ég gerði. En þið getur líka að fara hér, copy-pasta þetta sérstaklega, fara hér, copy-pasta þetta sérstaklega eða downloada þessu öllu. Ok, þannig að við erum komin á stað þar sem þetta er tengt við repo, git repo, þannig að ég get pússa breytingum. Þannig að opnum þetta núna með live server. Hérna, svona, ok. Þannig að, hvað viljum við gera? Hvernig viljum við takla þetta? Við erum satt með eitthvað efni hér sem að við viljum fá þessa hérna mynd á bakvið og hún sé föst og fylgi þegar við skrollum. Þá er kannski allt í lagi að skoða bara sýnlausnina svo við sjáum aðeins hvernig þetta hafa sér. Þá er ég hérna og ég skrolla og þetta fylgir en er fast. Við erum hérna og við viljum, hvað vil ég gera fyrst? Laga headerinn.
Hvernig er hann bilaður? Nei, mér finnst það bara á leiðinum stað. Já, hvað viltu gera? Þetta er eitthvað fyndið síðan, skilur við ekki hana. Já. Sko, það sem er hægt að gera er hægt að byrja að hugsa, ok, hvað er boxið sem við viljum vera að vinna þetta inn í? Hvað er það sem á að hylja allan skjáinn? Mér finnst best, og þar af leiðandi ætla ég að gera það, og þið hermið eftir því og finnið síðan það sem ykkur finnst best þegar þið eru búin að fikta svolítið í þessu, að byrja því bara, ég ætla að láta þetta hérna vera boxið, containerinn, elementið sem fyllir út í allan skjáinn. En ég ætla bara að byrja á því, láta það fylla út í allan skjáinn. Og til þess að geta gert það, þá ætla ég að segja, ok, þetta er eitthvað, ég ætla ekki að vera með section sem selektor, út af því að ég sé hérna það er, annað section og annað section. En ég ætla að segja bara, ég ætla að vera með class á þessu. Og ég ætla að nota hérna það sem að ég er bara lagt fyrir í þessu, og ég ætla að segja að þetta sé class intro. Og ég ætla, eins og mjög gott að gera, setja bleikan bakgrunnslit. Byrju nú við. Já, svona. Og þá sjáum við hérna. Augljóslega fyllir ekki upp í skjáinn. Þannig að við viljum að þetta fylli upp í skjáinn. Hvað getum við gert? Saman sem við gerum með fúturinn. Já. Ég er bara eins og tölva. Ég gerir bara nákvæmlega sem þú segir mér. Hvað var það sem við gerum með fúturinn? Þetta eru tvær breiddir. Þetta er hversu breitt þetta er og hversu hátt þetta er. Breiddin er auðveldari, ef við byrjum á henni. Það er líklega svona vísi, nákvæmlega sem við gerðum með fúturinn, sem var að setja width 100%. Úps. Ok. Þá segjum við aftur hérna, ok, ég er búinn að setja width 100% og þetta er bleikt hérna, en af hverju næri þetta ekki alla leiðin út? Þetta er að taka 100% af headernum, ekki... Nei, úr þetta réttu leið. Ekki headernum heldur. Main er bara svona breitt og Já. þetta section er að fylla upp í alla þá breitt. Ok. With 100% hér. Setur þetta svona. Og þá var þetta eitthvað wonky. Við myndum setja það fyrir utan hana div sem var með wrapperinn á einhver stað. Þannig að þú ert að segja, við ætlum að færa þetta hingað, svona. Þá sjáum við þetta er hérna undir einhvern veginn, sem er alltaf í lagi. Það er ekkert sagt að myndin eigi ekki að vera undir navigationinu. Hún er kannski undir navigationinu, við sjáum það ekki, því hún fyllir bara upp í skjáinn. Þannig að við getum tekið þetta, búm, og hér, formatað. Þá er þetta hérna fyrir utan, ok, fínt. Og nú viljum við láta þetta taka alla hæðina líka. En hvaða hæð? Height 100%. Það var að taka allan skjáðan bókstaflega. Hvað þýðir height 100%? Hvað þýðir það? 100% af hverju? Bara allir síðunni. Af allri síðunni, já. Eða allt sem er innan, ekki nema þessi inn í einhverju div sem er vinna. Bara af, fyrst að við erum bara inn í bodyinu sem er þegar öll blaðsíðan. Það tekur Já. allt að blási. Þetta er nefnilega frekar erfitt að vinna með hæð í CSS þegar kemur að því að vera að segja prósentur, af því að það er svolítið flókið. Þannig að við ætlum ekki að nota prósentur, heldur hvað þá? Og þá höfum við aðra einingu sem við skoðum aðeins í seinasta tíma og notuðum á wrapperinn til þess að gera það sem við sjáum hérna, að hann er neðstur, en þetta hérna er í raun hafið einhvern veginn komið inn á síðu sem er kannski bara með eina málsgrein og fúturinn er bara eitthvað svona, situr á miðri síðunni og svo fyrir neðan fúturinn er gett mikið tómu plássi. Það er örugglega að segja. En það er það sem gerist ef ég fer hérna í wrapperinn
og ég fer undir main og ég segi þetta á ekki að vera flex 1 svona út af því að það er meira pláss á hæðina en efnið krefur síðan að vera með að þá er fúturinn bara, hann leggst bara upp í já, herru, ég ætla að vera hérna þar sem að efnið hættir fyrir ofan mig og svo er bara allt auka plássið fyrir neðan mig þá fyrir við aftur aðeins hérna í flex námsefni vikunar að með flex þá getum við stýrt í hvaða element innan flex containersins tekur upp auka pláss sem er til staðar eftir að búa að reikna layoutið og það gerum við með því að segja hérna flex 1 sem er shorthand property fyrir flex grow 1 og flex shrink 1 það segir samt það sem er fyrir okkur relevant er flex grow 1 sem þýðir að ef að það er til aukapláss eftir að búa að reikna út frá öllu því sem er skilgreint fyrir flexboxi hvað er mörg börn, hvað er mörg systkini hvað er hérna, hvað er maður að vera ef það er eitthvað aukapláss þá vil ég að þetta element fái aukaplássið ekki eitthvað annað en ég get tekið það af hérna og ég get sagt á fúturinn hann að ég fá flex 1 og þá bara fyllir hann upp í þá tekur hann allt aukaplássið þannig að þetta er svona bil á milli hluta og hversu mikið pláss þeir taka þetta er svona fyrir að kofera meiri hlutina því sem við erum að díla við í CSS en, ok en plássið sem við erum að spila með það er samt sem áður skilgreint hér og það segir minnsta hæð rappesins á að vera 100 vaff-h og muniði hvað vaff-h stendur fyrir það er sett vaff-h og vaff-tvöfald-vaff tvær hlutfallslegar einingar nei, ekki variable það er sett heitið á þessu hérna sem að viewport height og viewport width og ein vaff-h eining er 1/100 af hæð viewportsins og viewportið er bara það sem við sjáum og viewportið er í eðlisínu misstórt viewportið er mjög hátt í tækjum sem eru portrait eins og farsímar en það er oft mjög breitt eða þá viewport width er breiðara þegar við erum á hérna skjá sem er hérna hvað heitir það? Sjónvörp sem eru svona alveg stóluðum er hérna widescreen sem eru widescreen þannig að þá eru þau breiðari en þau eru hærri þannig að það er öfugt þannig að það er svona ég er með svona og svo breyti ég símanum í þetta og þá er ég með mismunandi þá allt í einu fer þessi eitt viewport hætt úr því að vera mjög lítiltala hlutfallslega með alla stærðina á skjánum sem ég er að birta og yfir að vera mjög stórtala eða öfugt þannig að þetta er allt relatíft þegar við erum að vinna á vefnum af því að við erum bara er að byrta þetta á litlum skjá sem er portrait eða landscape mode er hann stór, er hann lítill er hann með háa upplaust, er hann með litla upplaust þannig að vera að segja eitthvað, þetta á að vera 35 pixlar það er svo merkingarlaust þegar við erum að hugsa alla þessa mismunandi staði sem við erum að fara að birta hlutina en hérna með því að segja min height, bara minnsta hæðin af þessu hérna elementi á að vera 100 vaff-h sem sagt öll hæðin á skjánum ok, ef við vitum þetta og við fyrir aftur hingað hvað getum við þá gert til þess að láta elementi sem við vorum búin að ákveða hérna og ánefna það að verða allt saman láta það fylla upp í skjáin sko minhætt er í raun minnsta hæðin er en ef hæðin er meiri þá má hann alveg vera það við erum að segja lágmarkshæðin hérna erum við með samt bara mjög við viljum að þetta element sé nákvæmlega öll hæðin á viewportinu þannig þá segjum við ekki minhætt heldur height og þá sjáum við hérna að núna er þetta í raun
við erum komin í áttina því sem við vorum með og við erum búin að gera 2 hluti 3 hluti telnilega, búin að taka þetta út fyrir rapperinn og við erum búin að gefa því að height 100 var fá og líka background color pink til þess að sjá hvað það er að gerast. Þetta var í raun, þetta er ein CSS skipun regla sem gerir þetta. Ok, en núna færum við þetta hérna inn í þetta hér, ekki min height 100 var fá. Ok. Hvað viljum við gera næst? Við fórum mynd, laga textan, mynd. Ok, nú ætlum við að nota CSS til þess að fá myndin inn. Þannig við ætlum ekki að setja img elementan inn. Af því að við ætlum að láta í raun myndina bara, hún er svona til skrauts. Hún er bara þarna til þess að vera skemmtilega í bakgrunnum. Og þá ætlum við að nota background til þess að fá myndina. Þá setjum við background, ekki color, image. Og þegar við setjum inn mynd í CSS eða vísun í eitthvað efni, þá þurfum við að setja gildi sem heitir url. Og það er svona eins og fall. Og þá segi ég, héðan segi ég punktur, myndir, background, JPG. Ok, nú komum við mynd, og fínt. En hún er ekki alveg eins og við viljum að hún hagi sér. Hvað er öðruvísi við hana? Vitlaus stærð. En þá segi ég aftur, hvað er rétt stærð? Það er hversu stórt viewportið er. Og stærð viewportsins er það er mismunandi. Þannig að, þú veist, að segja þetta sem vitlaus stærð er í raun, er ekki kannski frekar að segja að hún passar vitlaust inn í plássið sem henni er gefið. Ok, og hvernig passar hún vitlaust inn? Þannig ég ætla að fara hérna og ég ætla bara aðeins að fikta núna hérna þannig við sjáum bara hvað er að gerast. Fyrsta sem við getum segja er sko background position stillir því ef þið hugsið þetta sem kassa og svo erum við myndina sem kassa og þeir eru að taka myndakassan og þeir eru að overlaya eða svona staðsetja hann inn í viewport kassanum. Þannig að þetta er svona eins og svona sliding window. Við erum að taka myndina og default er hún sett þannig að efstra vinstra horn myndarinnar er í efsta vinstra horni boxins. Þannig að þá er þetta vinstra horn myndarinnar og vinstra horn passa hérna upp í vinstra horninu. Með background position þá get ég hnikað þessu til. Ég get annarkvort nota prósentur eða lykilorðið svo bottom, center, left og right. Ég ætla að nota prósentur, þannig að ég ætla að segja bara 0% og 0%. Þannig að það sjá hún hoppaði til að þegar ég setni núna er ég að hnika til þannig núna er ég með 2 box og þú getur ímyndað ykkur að ég er að hreyfa myndaboxið bak við viewport boxið þessar prósentur. Nú er ég komin í 50%. Já. Hvernig má inkrementaðar prósentur? Ef ég held henni shift og íti á upp og niður. Þannig ef ég íti bara upp og niður þá inkrementa ég einingu, tug og svo ef ég íti á control, nei ekki control, option, þá er það 0, þannig hérna 50% og svo ef við setjum hérna 50% þá erum við búin að taka þannig að miðjan á viewport boxinu og miðjan á myndinni alignar. Ekki efstu vinstri punkturinn, heldur miðjupunkturinn. Og þá erum við búin að festa þetta tvennt saman og þá skiptir ekki máli í raun hversu mikið plássi er hérna. Myndin er alltaf, hún fylgir alltaf þeirri reglu. Það er svona eins og við höfum tekið tvær blaðsíður, setta saman, sett hérna, náli gegnum þær og þær haldast alltaf saman eftir hvort við stækki eða minnki hina. Þær eru alltaf í flútti. Skiljið hvað er að fara? Betra að gera þetta svona í staðinn fyrir að gera center eða skiptir ekki máli? Skiptir ekki máli nema þú veist, center er í raun bara, þú veist, ég er annarkvort með left, center eða right. Ég get ekkert verið með half center. Þú veist, þannig að prósentur eru oft betra að setja þar inn af því þá getum við, já ok, ég geti hugslega vilja hnika þessu eitthvað aðeins til að þetta þú lítur aðeins betur út ef hún er 53% og 51% eða eitthvað. En það aftur, hvað er það? Því að þú veist, það er bara út frá því sem ég horfa nákvæmlega núna. Þannig að center er líka bara fínt. Ok, en hún skrolla núna og hún er í raun sko, viljum við kannski sýna meira af henni? Af
af því að þetta er falleg mynd. Viljum við kannski eiga við background, já, background, sko, background attachment, ef við eigum við það, þá getum við sett hann á fixed, þannig að þá fór hann hérna, þannig að hún er bara föst núna. Svo erum við með background, attachment, position, size og þá er hvernig á stærðina á henni að haga sér. Þannig að þá erum við ekki lengur að horfa á það að við erum með eitthvað container eða eitthvað viewport box sem við erum að fitta myndina nákvæmlega inn í, heldur við að segja, ok, ef ég skala myndina, hvernig get ég þá skala hana þannig að hún passi inn í þetta box? Get ég skala hana þannig að hún sé contained, þannig að núna er öll myndin containuð inn í boxinu. Nema út af því að hún er ekki í sömu hlutföllum, þá endurtekur hún sig, það er sjálfgefið, þannig að þá sjáum við hana aftur og aftur og aftur af því að hún þarf í raun að koma svona oft fyrir til þess að ná í raun að fylla út í allan flötinn. Ef ég segi cover, þá er það þannig að myndin er tekin og það er skorið af henni þannig að hún passi eins vel og hægt er, þannig að það verður svona letterboxing til. Þannig að annarkvort tekið svona af hliðunum eða að ofan og neðan af henni, eftir því hvernig hún passar inn í, hvort hún sé í raun, hvað er aspect ratioið á móti boxinu. Er hún landscape og aspect ratioið er landscape, þá er bara scaling. Ef það er landscape og portrait, þá þarf að skera af því hliðarnar, annars toppin og botnin. Þannig að background size cover, þá er þetta farið að líta nokkuð nálægt því sem hann var í fyrirmyndinni. Ok, tökum þetta, hendum við hérna, hendum út background color pink, setjum þetta svona, sjá, færum þetta fyrir ofan, hérna, svona, þá sjáum við, setja myndina og láta hana haga sér, í raun bara, hversu mikið pláss á hana geta fengið sér. Það er bara algjörlega bara pláss vandamálið og svo er bara background, eru 4 CSS reglur til þess að segja þetta er myndin, svona á hún að vera staðsett, svona á hún að haga sér þegar það er skrollað og svona á hún að haga sér hvernig hún er sköluð inn í containerin sinn. Og svo getum við sagt, svona for good measure, þá getum við sagt background repeat, no repeat. Þannig ef í einhverju tilfellum þá vildi hún fara margfalda sig, þá gerist það ekki. Þannig ef ég segi hérna contain, þá segja að hún afritar sig ekki aftur fyrir ofan og neðan, hún er í raun bara ekkert, bara transparent litur og þá getum við aftur sett inn background color pink og þá er það fallbacki sem við fer í. Þannig að þarna er þetta bara, hvernig viljum við þetta haga sér? Já, það er bara fyrir eftir hvað er verkefnið okkar og CSS leyfir okkur að hnika til þessum mismunandi stillingum til þess að gera það. Svona og reloadum hér. Ok, svo er náttúrulega einhver text inn í þessu, hann er bara ekstra hérna fyrir ofan og það er engin frábær lausn til þess að miðja hann akkurat hérna inn í, þannig að við ætlum bara að segja intro h2 margin top 6 rem eða eitthvað. Nei, það er ekki nógu gott. Intro setjum hérna bara padding top 6 rem sjá hvort það hafa sér svona ok, þá ertu komið hérna þá sjáum við, það er mjög erfitt að lesa þennan texta sjáu hann ekki einu sinni hann er hérna, sjáu hann núna aðeins ég er búinn að vera að horfa á einhvern ólæsilegan texta því bara algjörlega ólæsilegu fyrir ykkur. Hvað getum við gert til að gera hann læsilegan? Eins og í fyrirmyndin og lit á
svo lítið overlay við myndina. Byrjum að segja bara hérna color hvítur, þá er þetta aðeins betra. En svo ef við segjum text align center, þá sjáum við hérna, ok, við ætlum aðeins að fá meira fyrir miðju. Þá sjáum við hérna, það sem ég talaði um í senasta tíma, þegar þetta fer yfir partur af myndinni sem er hvítur, þá verður erfitt að lesa þetta. Út af því að kontrastið á milli textans og bakgrunnsmyndarinnar er of lítill. Og þá getum við fengið þetta svona að setja þarna á milli, myndin kemur fyrsti layer, svo kemur einhver protection layer sem fer yfir myndina og svo kemur textin og leggst ofan á það. Og þá er þessi protection layer til að passa það að sama hvernig mynd kæmi þarna inn, ef við erum svo lengi sem við erum með eitthvað sem er með hálfgegnsæjan svartan lit, að þá mun hann alltaf passa upp á það að kontrastið á milli hvíta letursins og sama hvaða myndir eru á bakvið verði nógu gott. Og þetta er líka upp á aðgengi, af því að partur af aðgengi er að passa upp á það að litirnir okkar þetta sé læsilegt. Að vera með fölgrátt letur á hvítum bakgrunn í 12 pixla letri, ekki aðgengilegt, af því það getur enginn lesið það nema að vera með mjög góða sjón eða stækka eða eitthvað. Þannig að það er eitthvað svona lágmarks kontrastkrafa sem að WCAG staðallinn gerir ráð fyrir. Þannig að, hvað vil ég gera? En það vantar textan listasafn annars staðar. Já, hvað getum við gert til þess að gera það? Bara færa það inn í þetta section, ekki? Jú, bara svona. Þá er það komið hérna inn og þá þurfum við bara að auka plássið á milli með því að nota bara margin. Við erum ekkert að fara að gera þetta betur til þess að miðja þetta í bili. Svo þurfum við eitthvað að stækka leturstærðina. Ég man ekki hvað hann er nákvæmlega, þannig ég ætla bara að segja eitthvað. Doom. Velkomin. Hvað vil ég gera næst? Setja gott í bili, taka pásu, skoða verkefni 3. Við þurfum að fara að gera það þegar við erum að renna út á tíma. Ég get talað með því allan dag, en við erum víst bundin af stundaskrá. Eitthvað eitt í lokin? Cards. Ok. Þá erum við með þetta hérna fyrir neðan og fyrirmyndin. Hérna er hún. Var í raun að þau séu einhvern veginn svona einhvern veginn sitt á hvað. Myndin henni sé fleitt. En eins og ég tekið fram í lýsingunni þá er þetta alveg hræðilegt. Þetta lítur hræðilega út. Þetta lítur aðeins betur út í verkefni 3, við sjáum fyrirmyndina því á eftir. En hvað getum við gert fyrir þetta? Nú erum við komið með svona þessi grunnverkfæri. Þetta er einhver selektor, þetta er einhver box sem við erum að vinna með út frá HTML-inu okkar. Við erum að velja eitthvað element, við þurfum að gefa því einhverja breidd, við þurfum að gefa því eitthvað margin, við þurfum að gera eitthvað við það. Hvernig getum við byrjað að takla þetta? Class cards. Til þess að gera hvað? Það myndir nota það á aðra mynd, switchara yfir að einnig mynd notar margin left 50%, notar margin right. Myndi það virka, þó að henni líka ekki prósentur. Já, svo þetta fá þetta hérna, margin, þessi fá þá margin right, en margin right myndi þá íta þessu frá hérna, það myndi ekki, þetta hérna myndi þá ekki virka, það myndi þessi textið hérna bara verða að, 50% af breidd containersins í burtu. Hún myndi byrja hér og myndin myndi taka, já, svona mikið pláss og textin væri bara hérna. Þarna ætlum við, þetta er svona ljótt út af því að við erum að nota eitthvað sem við ætlum aldrei að nota, en við ætlum samt að vita þarna og erum að nota þess vegna. Svo gleymum við munum samt eftir því í næsta verkefni að við ætlum að nota float. Þannig að við erum með hérna á forsíðunni eitthvað sem heitir section hér fyrir sýningar og þetta hérna er eitthvað annað section fyrir sýningar. Þannig að þetta ætlar að líta alveg eins út fyrir utan það myndirnir ætlar að skiptast á.
En þegar við erum með einhver svona hluti sem ætla að líta alveg eins út, þá er þetta gott að setja bara sama hérna class card á þetta. Og út af því að þetta geti verið 2, en það geti alveg verið að bættist við 3. Segjum sem svo að það komi krafa, bætið við 3. Því að við erum að fara að gera einhverja sýningu og við viljum promótera hana sérstaklega fyrst. Þannig að við ætlum bara að segja að þetta er bara einhver fjöldi af cards og við ætlum að segja að það sé þá eitthvað hérna utan þau sem heitir cards. Svona, vistum þetta format. Þá erum við með eitthvað hérna sem heitir card og ég ætla bara að segja hérna cards. Það er eitthvað og þá ger ég aftur hérna, gríp ég í uppáhaldsverkfærið mitt. Svona. Þá sjáum við hérna, ok, flott. Svo ætla ég að segja hér, background color green. Ok, þetta er nákvæmlega eins út af því að þetta er bara, þú veist, það er ekkert pláss á milli þeirra. Þannig ég geti hugsalega byrjað á því að segja, ég ætla að íta þeim hérna, það er alveg svolítið gott pláss á milli þeirra. Þannig að, hvað er ég hérna? Ég ætla að segja card, margin, bottom, ég veit ekki hvað þetta eru, 3 rem. Ok, þá sé bleiki liturinn kemur frá hvaðan kemur þessi litur? Cards og græni liturinn kemur frá card í eintölu. Þannig þá sjáum við núna að við erum með, þú veist, við erum komin á rétta stað. Við erum með hérna, ok, græni liturinn fór á bæði, bleiki liturinn á bakvið, selektorarnir mínir eru í lagi. Ég get unnið mig út frá þessu. Svo get ég sagt hérna card og þá get ég núna að fara að tala um hluti sem eru inn í card og ætla að segja bara card img sem er þá nákvæmlega img elementið inn í card og ég ætla að segja float left okkur gerist ekki neitt þá fyrir að skoða þetta og þá erum við bara eitthvað já, þessi mynd er rosalega stór þannig að hún fyllir bara út í og hún er hérna max with 100% og vithin á henni hérna segir ekki neitt þannig að hún er í raun bara að fylla út í allt plássi sem hún hefur þannig að við þurfum í raun að skilgreina henni gefa henni eitthvað pláss sjá, ég ætla að fara hérna og gera þetta hérna og þá getum við aftur að byrja að fikta núna þetta er svona mjög visuált hvernig við erum að finna út af þessu ok, img with ég man ekki hvað var eitthvað, hún mútti að vera 30% ok, þetta er hræðilegt þá erum við með card hérna, cards veitum við, af hverju fór þetta svona algjörlega út úr erum við ekki örugglega jú, ok en nú bara gerast eitthvað og allt er í klessu þetta er hræðilegt hættum þessu þá er það út af því að float hagar sig mjög skringilega float tekur elementi sem er sagt float, að ég að flóta færir það út úr normal flow en staðsetur það samt eins og að það sé þú veist það tekur það pláss sem það tekur þannig að núna er eins og við höfum tekið þetta hérna út úr venjulegu flæði en það tekur samt pláss þannig að þá kemur þessi hérna og hann segir já, ég er í eðlilegu flæði og eftir þessu hérna nema wow, það er eitthvað risastór mynd hérna ég ætla að hnika mér þá við hliðina á myndinni en upp við efnið sem var við hliðina á henni þannig að hérna kemur margin sem við vorum með bleiki partur sem við séum frá cards nema öll myndin hérna tekur pláss þannig að við þurfum einhvern veginn að hreinsa plássið sem er hérna ég ætla nú ekki að vera hér, ég ætla að vera hér þannig að við getum sagt eitthvað fyrir neðan card P clear both þá erum við aftur komin í já, ég setti ekki width á myndina with hvað, 30% eða eitthvað svona þannig núna clearum við og þetta er aðeins betra nema núna er þetta hérna þetta að trufla okkur já, betur ég tók max width af einhvers þar nei, max width er bara rosalega stórt sorry
lögum þetta svo þetta líti út þannig að þetta sé svona. Ok, núna þetta aðeins fara að vera í lagi nema nú samt contentið ekki, að contentið clearar en contentið vill vera hérna við hliðina. Þannig við með myndina og svo vorum við með eitthvað efni hérna. Við flótum myndinni til vinstri, hún tekur þetta pláss og rosalega frek og leiðileg. Og ef við setjum ekki þetta clear þá erum við bara einhvern veginn svona. Við setjum þetta clear en við þurfum að setja einhvern veginn á einhvern annan stað af því við viljum í raun að efnið leggist upp í myndina. Þannig að float haga þessu svolítið eins og þegar þið eru í einhverju ritustuforriti eins og Word og takið mynd og segið float in line with content og svo byrja bara bardaginn við það að láta myndina og textan og allt haga sér á þess að þetta lítið skelfilega út. Við erum svolítið á sama stað hér. Við erum bara eitthvað að segja farið bara þarna til vinstri og vertu þar og textin einhvers staðar annars staðar og bara þetta hræðilegt. Þess vegna þetta ekki gott til að búa til layout. En þetta samt alveg fínt þegar við erum með myndir og við viljum að myndin komi. Hún tekur ákveðið pláss, við erum með texta og textin fer við hliðina á myndinni og fer síðan kannski undir myndina. Og það kemur svona nice flæði í þetta og myndin tekur bara sitt pláss og textin flæðir í kringum hana. Þá virkar float alveg fínt. En þegar við erum að gera layout hluti eins og hérna, virkar ekkert svakalega vel. En það sem við getum gert til að laga þetta að búa bara til nýtt div utan þetta sem heitir bara eitthvað content og þá getum við lokað því hér og þá getum við sagt í staðinn fyrir að contentið clearið þetta þá getum við reyndar aðeins svindla hérna og sé hérna forsíðuna að linkurinn hérna fyrir neðan færum hann fyrir utan kallum hann p-class link ok, segjum p-link á að vera clear og þá sjáum við að þá verður þetta fyrir að haga sér rétt. Tökum kannski hérna græna lit af því að lélegur kontrast. Fyrirsögn, textinn, hægra megin við myndina, textið hérna fyrir neðan og svo kemur hérna, en nú þetta hérna í köku út af því að af hverju þetta bilað. Eitthvað sem klæjar í flexputtana óþægilega þögnin fyllum hana með flexbox jú, við vissulega getum það og aftur bara sorry en þetta leiðin til þess að þið viti hvernig float virkar þegar þið eigið hugsanlega eftir að þurfa að nota float og þess vegna ég að segja hérna, þá muni eftir þessu vandrarlega mómenti þegar við vorum að reyna að nota float til þess að gera layout Nei, þú mátt það ekki af því að við erum að nota þetta verkefni nema það sem er gefið í Rapper að því að við erum að nota þetta verkefni til þess að læra grunninn á CSS sem er CSS 2.1 og svo í verkefni 3 þá ertu frjáls til að nota flex eins og þú vilt og þá kanntu líka kannski betra meta flex bara eitthvað, vá, hvað er miklu betra en float og inline block og eitthvað Það er svona svolítið að plata og því að fíla flexbox því að flestir ég hata flexbox Akkurat, ég það gamall að við höfum ekki flexbox þegar ég byrjaði og þess vegna elskaði ég flexbox frá byrjun því það listi mig undan þessu því að þetta hræðilegt og ég vil helst ekki dvelja mikið lengur við þetta því að þetta ekkert skemmtilegt þetta bilað út af því að ég breytti struktúrum hér án þess í raun að breytunum fyrir það næsta fyrir neðan þetta skiptir reyndar ekki máli eins og þetta hérna en það mun skipta máli í verkefnið 4 nú þetta komið svona Ok, en nú viljum við skipta þessu hérna. Ég ætla að láta liggja milli hlutar, við erum ekkert búin að tala textan, þið bara finna út úr textanum, af því við erum að reyna tíma hérna. Já, við getum alveg skoða þetta meira, ég vil bara aðeins fara yfir verkefni 3 líka. Nú vil ég láta þetta vera svona, þetta fínt, en hérna vil ég swissa þessu. Hvernig get ég gert það? Jú, við getum notað nth child. Og hvar vil ég nota nth child? Þá getum við hugsað hverju viljum við, hvað er nth child er svona pseudo-selektor. Hann velur hlut sem er ekki augljóslega á síðunni.
Hann er ekki eitthvað ákveðið element eftir type selektornum eða eftir class selektornum. Hann er að velja eitthvað eins og fyrsta línan í textanum, fyrsti stafurinn, fyrsta barnið, þriðja barnið. Og hvað vil ég velja? Sléttölu. Hvað? Sléttölu card. Ok. Card, nth child. Og inn í þetta setjum við formúlu. Formúlan fyrir heiltölur er almennu heiltöluna, 2n. Og hvað viljum við setja hér? Því nú viljum við bara sjá, virkar þetta? Þá er það svo gott að setja bara background color. Tökum hot pink. Ok. Þannig núna erum við að velja kart sem er heiltölu. Þannig að fyrsta kart, annað kart. Og við getum prófað okkur áfram hérna og bara afrita þetta og búið til nýtt sem þriðja, sem fjórða. Svo vil ég segja nei, ég vil að þetta séu 8 tölur. Þá er almennilega formúlan fyrir 8 tölur, 2n + 1. Og þá byrjum við á fyrsta. Og svo getum við sagt eitthvað flóknara eins og ég vil að þriðja hvert stak. Út frá þessu getum við bara búið til formúlu sem segir til bara veldu eitthvað enda barnið inn í þessu selektor. Tökum út þessi 2 afrit hér. Fyrir aftur hér. Og hvað viljum við þá gera núna? Við getum gert greinamun á fyrsta og öðru barni. Fyrir annað barni viljum við gera hvað? Hverju getum við þá breytt? Ef að myndin hérna, ef þetta er að láta myndina fara til vinstri, hvernig myndum við þá vilja láta þessa mynd fara til vinstri og hina myndina fara til hægri? Jú, á seinni myndina, ok, og hvernig veljum við seinni myndina? Já, og þá kemum við aftur yfir í hvernig selektor að virka. Fyrsti selektorinn segir, já, img, undir. Þannig að þá segjum við, þetta hérna velur bara eitthvað ákveðið element. Þetta velur 2 enda elementið sem er card selektor og undir því er img. Og þá segjum við bara, þú ert búin að finna það, finnum það bara img sem er undir því. Þannig að við erum bara að leita í tríun okkar, þetta element, ef þú átt img, velja það, flóta þetta myndina. Svo þarf eitthvað hérna laga til, en þá sjáum við líka út af því hvernig myndirnar eru, þá verður þetta náttúrulega bara eitthvað algjört case og þess vegna sjáum við bara, þú veist, þetta er bara algjört case hér. Myndirnar taka aðeins meira pláss, en þetta er samt rosalega í miklu ójafnvægi út af því að önnur myndin er portrait og hinn er landscape. Og án þess að geta gert eitthvað, og hvað höfum við gert eitthvað sem við getum hugsanlega nýtt í þessu sem við vorum að gera áðan með mynd? Hvernig breytt hvernig hún er að staðsetja sig og hvernig hún er að cover eitthvað element. En við ætlum að gera það í verkefni 4. Ok, taka smá pásu. Byrjum aftur svona 10 mínútur í og þá ætlum við að fara bara yfir verkefni 4 og skoða hvernig það er og svo haldið þið áfram með þetta verkefni núna í vikunni og í dæmatímum. Ég committa þessu núna þannig að þið getið séð þetta bara nákvæmlega núna bara eftir 2 mínútur. Og ef það er eitthvað fleira, þá erum við búin að skoða fyrir utan kannski letugerðirnar, allt sem þið þurfið að nota í þessu verkefni og nú er bara að setja þetta allt saman sem er náttúrulega svolítil vinna en mætið í dæmatíma, fáið þið hjálp eða sitjið bara og gerið hlutina þar, vinnið þetta þar. Herru, 10 mínúta pásu.